Ég er mættur hérna í Kópavogi og ætla að skoða eitt flottasta útivistarsvæði Kópavogsbúa, Guðmundarlönd. Í Guðmundarlundi er frisbeegolfvöllur og liggur hann hérna í jöðrunum á lundinum og er ekkert mikið fyrir þeim sem eru að sækja lundin af öðrum ástæðum og er bara, held ég, talsverð ánægja með hann. Inn í Guðmundarlundi er Hermannsgarðurinn. Hermann var garðyrkjustarfsmaður hjá Kópavogi, sá fyrsti og lengi vel sá eini. Þegar hann lést þá eftirlét hann plönturnar sem hann hafði í garðinum heima hjá sér til Skógræktarfélags Kópavogs sem kom þeim fyrir hérna. Hægt að lesa meira þetta hér og njóta blómanna. Þessi Guðmundur sem að lundurinn er skýrður í höfuð á startaði byggingavöruverslun í Kópavogi snemma á 7. áratugnum sem hét og heitir Byko og var oft kallað Guðmundur í Byko. Þessi Guðmundur hafði mikinn áhuga á ræktun og hann og fjölskyldan hans leigðu land hérna. Til að byrja með ræktuðu kartöflur og rófur og svo fljótlega þróaðist það út í að þau fóru að gróðsetja tré.
Það gaman að segja frá því að hér fyrsta tréð sem var gróðursett í Guðmundalum 1961 og var það gert til athuga hvort það væri hægt að rækta tré á þessu svæði því að svæðið var á þessum tíma bara örfoka landi í rauninni og það óx og í kjölfarið 1967 var hafist handa að gróðursetja fleiri tré. Í Guðmundarlundi líka grillskáli, leiksvæði, mínigólfvöllur, opið svæði til að leika sér og sóla sig ef þannig veðrið og þetta bara frábær staður til að heimsækja.